Óli, framöndan leikur á móti Króatíu, hvernig tilfinningin? Hún mjög góð, bara spennandi. Maður búinn að vera með hugan að þessu bara síðan síðustu 2 leikjum og loksins bara komið að þessu og nú tekum við bara við vonandi góð vika af æfingum og undirbúning og þannig að allir verið klárir. Hvernig svona skinnið þið hug þjóðarinnar, skinnið þið mikla bjartsýni í Íslandingum? Ég hugsi bara aðalega spenning og svona tilhlökkun held ég og ég hugsa þjóðin veit alveg að þetta verður erfitt en ég hugsa að hafa allir trú að við getum þetta og við höfum það líka og þannig að maður finnur bara jákvæða strauma. Það sem búið að tala kannski aðdraganda leiksins, það miðasalan, það veðrið og svo hægri bakvarastaðan sem nefndir í þá stöðu. Já, ég meina við erum nokkrir þarna sem getur spilað stöðu og nú förum við bara í þessa viku og förum yfir hlutina og sjáum hvernig þetta lítur út og svo taka þjálfararnir bara ákvörðun og aðalatriðið bara að menn séu klárir og liðið í heild sé bara eins sterkt og mögulegt og eins og segi, við erum nokkur sem komum til greina, það verður bara komið ljós hvað gerist. Og þú ætlaði að klára ef að Lars leitaði þín? Já, ekki spurning. Eins og segi, maður kannski hefur spilað þetta áður og þekkir þessu stöðu ágætlega en maður náttúrulega hefur ekkert verið að spila stöðu í mínu landi en ég bara spenntur og það bara gaman að takast á við það. Ekki trættir við hvernig veðrið verður á föstudaginn? Nei, ég meina fínasta veður í dag og náttúrulega svolítið kalt en ég hugsa að það bara fínt fyrir okkur og bara eins og segja, völlurinn verður vonandi bara í góðu standi og vonandi verður bara ekkert rosalega rók, það aðalega það sem getur haft svona mesta áhrifin, þannig að við vonum bara að lægi og verður bara fínt veður á föstudag.